Sölvi vaknaðu. Guð, hann dáinn? Guð, þoldi ég ekki. Nei, hjálptu mér, Sölvi vaknaðu. Hann andar aðeins. Ég manst eftir ævintýrinu Þyrnirós. Hún var kysst og vaknaði hann. Já, en Sölvi enginn Þyrnirós. Hann prins og hann á að kissa. Hvernig hann að geta kysst ef hann dáinn? Sölvi vaknaðu. She only smiles. He only tells her that she's the flowers, the wind. Hvað gerist? Hún dreymdi eitthvað svo fáránlegan draum. Var það kannski svona Þyrnirós sem dreymir? Já, hvernig vissu? Jöfnsis helmingin ykkar! Hvað er það? Þið látið bara ekkert stelpu berja ykkur! Ekki venjuleg stelpu, hún hörguleg! Jöfnsis helmingin! Það ekkert hægt að nota ykkur í vinnu hérna! Risa á fætur, dómarinn kemur í salinn. Sakborningar fá sér sæti hjá verjanda sínum. Saksóknari má byrja með áttatíkjum. Gjörðu svo vel. Ég vil bara kalla fram aðeins sakborning í málinu. Vil þið gjöra svo leiðina fram. Frú Janna Skótar, það nafnið? Já, en ég er samt alltaf kallað fórstýra eða bara stýra. Viðurkennir þú að hafa stýrt viðtak á glæsilegu samstarfi með eðlíka skógræktina? Ég sé ekki neitt glæpsilegt við það. Þetta var allt löglega samþykkt og svo er skógræktin bara hallærisleg. Já, við ætlum líka að vera úrlustega. Hvernig dirfist á niðurni skógræktina? Dómari, ég krefst þessar og vítir þessu ósefni. Ég mótmæli. Ég banna þessu norðbræð. Mér finnst hún bara púkó, er það ekki bæja? Ljóst dómari hún hefur játað. Ég mótmæli. Það er ljóst. Kallið á næsta vitni. Ég kallaði bæjarstjórann. Er það ekki rétt bæjarstjóri að þið hafa samþykkt að eyðileggja skógræktina? Já, sko. Það þýðir ekkert ég er með sönnun. Hér er bókum frá fundinum sem sýnir að þið hafa samþykkt þetta. Já, við samþykktum, en við varum kúaði til þess á fórstýrinu. Hún hótaði að láta ítökulana að drepa okkur og éta kettin okkar. Það er lygi. Já, það er lygi. Við erum aldrei étið ketti. Þeir eru ógeðslegir. Kettir eru góðir. Já, þeir eru góðir. Kallaði á næsta vitni. Viltu vera svo góð að segja hvað gerðist? Þetta byrjaði allt í draumi sem varða martröð. Kallarnir þarna og kettlingin réðust á okkur með skóflum. Ég mótmæli. Það voru krakkarnir sem réðust á kallana. Já, þeir réðast á okkur með spýtu. Sérðu bara kúluna þína. Hvað gerðist svo? Þeir voru svo dónalegir og þegar þeir voru búin að róta Sölva og ég held að hann verið dáinn, þá tók ég spýtu og lúskra á þeim þangað til fóru að grenja. Fórum ekkert að grenja, þú voru sjálf að grenja því við rótum strákfíblið. Passaðu bara krakka ormur. Það þarf ekki frekari vitna dómari, þau eru búin að játa. Ég kveikti á dóminn. Sakborningar rísu á fætur. Ég dæmi frú Jönu Skódal,
öðru nafni fórstýru eða stýru, í 15 ára skógræktarvinnu. En ef hún lofar að hætta að skemma... Ég lofa. Ef hún lofar að hætta að skemma skóga og stendur sig vel í uppbyggingastarfinu, fær hún 5% af öllu því sem hún ræktar. Takk. Og þá það ítukallanir. Þið, herra mínir, eigi margt eftir ólært. Þið kunni enga mannasegi. Það ekki nóg með það að þið ropið og rífið kjaft á almanna færi. Heldur eru þið alveg svo alvor út úr hól að öllu leyti. Og ég dæmi ykkur í 10 ára grunnskólanám. Munið svo þvó okkur í framhaldi farið heim. Rétti slítið. Lord have mercy. Kæru bæjarbúar nær og fjær, á erfiðum stundum kemur best í ljós hverjum að treysta. Það á þessi krakka sín með eftirminnilegum hætti. Þegar við fullorðna fólki sváfum á verðum okkar, þá héldu þið vöku okkar. Og nú, það einu söku að fengi maklega málagjöld, þá skuluð þið líka fá njóta afraksturs ykkar fórnfýsi. Þið eru hér með útnefnd heiðursverð skógræktarinnar með öllum þeim fríðindum sem því fylgir. Nú hrópum við ferfægt húrra fyrir þeim. Þau lengi lifi. Húrra! Húrra! Húrra!